Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komin sæl aftur og velkomin hingað að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir sem nær. Mikið hefur, allavega eitthvað hefur verið rætt bakslag í hinsegin baráttunni. Og hjá mér sérfræðingar í málefninu. Það Íris Ellenberger, dósent í samfélagsgreinum, Auður Magdís Auðardóttir, lektor í uppeldis- og menntunarfræði og Ugla Stefania Jónsdóttir og kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks. Verðið velkomnar. Það var ógeðslega mörg nöfn svona í lok dags. Þið fyrirgefið með þetta. Segið mér, kannski bara svona til þess að byrja á byrjuninni, þá hafði ég samband við þig, Auður Magdís, vegna þess að ég las pistilinn þinn sem að birtur var í gær. Það sem að þú segir að gefnu tilefni og sem sagt, ritar þarna pistil hvar konur séu í hættu eða þetta er svona smellin pistil. Hvert var þetta tilefni? Það náttúrulega bara búið að vera svolítið í umræðinni, þú bæði hérlendis og erlendis og þetta er svona þekkt taktík að mála einhvern veginn það upp að sískynja konur séu í mikill hættu staddar vegna tilvist trans kvenna. Og þetta er bara, það var pistill hérlendið sem birtist fyrir stuttu en það var ekkert eitthvað eini pistillin. Þetta er bara, sú manneskja var ekki eitthvað að finna upp hjólið, Þetta er bara mjög þekkt mælsku bragð og svo var ég bara eitthvað pirruð á þessu, þarna á sundarskvöldið og að því að þetta er svo mikil hræstni af því að þau láta sem útgangspunkturinn sé sá að þeim sé bara svo umhugað öryggi kvenna. Og það sé einhvern veginn að þau sé að koma inn í þennan málaflokk út frá þess áttar umhyggju. Og þegar þú segir þau, þá ertu að tala Já, fólk sem er á því máli að transkonur séu svona hættulegar og hræðilegar mannverur einhvern veginn, Og þær séu það af því að þær séu við sískonur en það afhjúpast svo mikið hvað þetta er mikil fyrirsláttur þegar maður fer að hugsa hvað segir bara veruleikin okkur öryggi kvenna? Hvar eru þær óöruggar og af hverju og bara hvað segja tölurnar okkar og hvað segja bara lífsreynsla sískynja kvenna okkur það og þess vegna skrifa ég pistil, konur eru óöruggar á mörgum stöðum, meðal annars í íþróttum og fangelsum og öllum þessum stöðum sem að transfóbískir talsmenn vilja meina að transkonur séu ógn. Þar alls konar ógnir, en ógnin ekki transkonur. Og þannig að það var svolítið svona, svolítið kveikjan og mér fannst svolítið mikilvægt, ég veit alveg, ég ekkert að fara að breyta skoðunum, fólksins sem að svona mest á þessu, en ég kannski að fara að, vonandi að koma í veg fyrir einhverju sem að vita bara ekkert alveg hvað má finnast og eru kannski bara, þetta svona hættulegt? Og það einhver að segja mér að það sé bara hættulegt að transkonur séu í kvennafangelsum og kannski ætti ég bara að trúa því. Að svona reyna að koma með einhverja aðra rödd þannig að þessi óvissi hópur fái eitthvað annað input, Það var svolítið svona pælingin. Já. Og Ugla, finnir þú mikið fyrir þessum fordómum? Það að tala, við sjáum það bara Trump tekið við Bandaríkjunum og það kemur ákveðið svona sveifla eða svona öldugangur, svona gusast yfir okkur einhvern veginn af þeirri pólitík. Myndirðu segja að þetta væri bara veruleikinn að transkonur og bara transfólk og hinsegin fólk almennt bara finni fyrir bara miklu bakslagi? Jú, ég myndi segja það og náttúrulega persónulega fundi það líka bara, ég hef náttúrulega verið lengi að beita mér fyrir réttindum hinsegin fólks og transfólks sérstaklega og ég hef alveg tekið eftir hvernig umræðan hefur breyst rosa mikið. Hún hefur alveg miklu öfgafyllri, einhvern veginn þessir öfgar í antitrans umræðinni, einhvern veginn hlutir sem að fólk segir núna og leyfir sér að segja opinberlega eitthvað sem að manni fannst bara í rauninni ómögulegt fyrir nokkrum árum síðan. Man hefði aldrei haldið að við sem samfélag værum á þeim stað að fólk gæti bara sagt fullum hálsi opinberlega transfólk eru þetta og hitt og alls konar ljótar sem ég ætla ekki að endur
endurtaka til þess að ég vil ekki einu sinni styrkja þessa hugmynd það sem að þú veist, þau eru alltaf að tala og ég náttúrulega var í Bretlandi lengi, þannig að það náttúrulega umræðan þar hefur lengi verið miklu verri þar og fjandsamlegri og hefur þróast sko svona cirka frá 2015-16 þá byrjaði svona þessi alda í Bretlandi. J.K. Rowling og þú veist það átti að uppfara einhver lög í Bretlandi og það var bara einhver svona þú veist alda sem að koma því og þá einhvern veginn kom allt í unni inn svona einhver svona antitrans umræða í tengslu með það var verið bara verið að auðvelda transfólki að breyta skilríkjum, þetta var ekki einu svona flóknara dæmi en það og það bara var það því að allt í unni var transfólk hættulegasta fólk í heimi og kentum sko allt loftslagsbreytingar, þú veist nefndu að hvað ekki búið að kenna transfólki í þessari umræðu, þannig að þetta alveg svo ótrúlega galið að horfa upp á þetta einhvern veginn. Þú veist búin að færa til normið einhvern veginn. Já, þú veist það einhver svona að tala svona ramma oft í orðræðu, þú veist hvað viðeigandi og hvað ekki viðeigandi í samfélagslegri umræðu og rammin mjög klárlega búin að færast mjög mikið vegna þess að núna verið bara talmyndir sem að mann hefði haldið að maður myndi aldrei gera. Það í rauninni bara endurtaka sömu þróun og var til dæmis bara þegar homar og lesbíur voru að berjast fyrir sínum réttindum. Þetta nákvæmlega sama orðræðan, bara endurtekinn og búið að skipta út einhverjum hóp. Og þegar eins og þú sagðir, fólk notar öryggi kvenna sem einhvern svona fyrirslátt. Þú veist, við sjáum bara að sko það ekki eins og transfólk sé eitthvað nýtt á nálinni þú veist, en svo láta þess allt í þessu einhver ný ógni sem ekki allt í henni komin allt í einu að nota svona rými og fangils og eitthvað, fólk hefur að nota þessi rými bara í marga áratugi. Já, og það náttúrulega, við erum búin að vera með lögum kynrænt sjálfræði frá 2019. Þú veist, fyrir utan það að transfólk hefur alltaf verið til, en þá erum við búin að vera með þessi tilteknu lög, þar sem er raunverulega sjálfsákvörðunar réttur það hvernig þú skilgreinir kyn þitt núna í bráðum 6 ár. Og fyrir það voru alltaf lög 2012 sem að líka settu í lög að transfólk hefur rétt að nota rými í samræmi við kynvitund. Þú veist, þannig að það er ekki eins og þetta hafa ekki verið raunveruleikinn lengi. Þú veist, þannig að ef þessar hugmyndir að transkonur væri svona gríðarlega ógn í fangelsum og sundstöðum og íþróttum, þú veist, ef það væri einhver flugufótur fyrir því, þá væntanlega hefðu við séð einhver mjög alvarlega afleiðingar af þessu lagasetningu. En þú veist, þetta er bara ekki raunveruleikin. Það er bara ekki verið að tala inn í raunveruleikan hérna. En hvernig, ég meina, hvers vegna lætur fólk svona? Hvað veldur? Sko, þetta hefur náttúrulega mikið verið skoðað og margar vangaveltur varðandi þetta. Þetta er náttúrulega hluti af alþjóðlegri hreyfingu. Það er eitt sem skiptir mjög miklu máli í þessari umræðu. Þetta er ekki bara eitthvað svona sem að einhverjum datt í huga einhver tímann, heldur það eru mjög öflug samtök, öflugir einstaklingar sem hafa mikið fjármagn til handana sem eru búin að vera að dæla pening í fólk og félagasamtök í Evrópu og víðar til þess að búa til þetta svona antitrans momentum sem er í gangi og maður sér það líka bara hérna heima. Það er verið að flytja inn svona ákveðna orðræðu, það er verið að flytja inn ákveðna taktík og við höfum alveg séð eitthvað sem hefur gerst hérna í Íslandi að það er eitthvað sem hefur verið þrautreint erlendis, þannig að það er verið að reyna að svona þessi svona hreyfing eins og nú kölluð hún er að reyna að festa rætur á Íslandi. Það hefur ekki gengið kannski neitt brjálaðislega vel hingað til þannig svona já, allavega eins og ekki svona skipulögum hætti allavega. Og það er náttúrulega, ég held að sko, við getum kannski einhverju leiti þakkað svona feminísku hreyfingunni, kvennahreyfingunni fyrir það, menn að þess að hún hefur ekki verið mjög svona til í að líta á transkonur sem sömu ógn og feministar eins og til dæmis í Bretlandi sérstaklega og víðar, en við sjáum kannski svona helst anga að það sé eitthvað að gera sko varðandi í orðanir varðandi börn sérstaklega og svona það hefur verið miklar og hatramar deilur á svona vettvöngum kennara það sem að fólk sem vinnur ekki með börnum hefur verið að koma inn og hefur verið að reyna að þyrla upp einhverju svona riki og svo eru örfáir kennara fyrirvændi kennara sem hafa eitthvað svona verið að taka undir þetta núna bara síðast þannig að fyrir eitthvað 2 dögum síðan eitthvað. Og það er þá þessi hugmyndum að transfólk einhvern veginn sé ógn við börn vegna þess að þau vilji
setja þau okkur hormónalyf. Já, og vilja henda þeim bara okkur færiband og fara einhverja aðgerðir og eitthvað svona sem bara ásir einhver stóð í raunveruleikanum. Að þessu vinnunni kannski ekki smiti börn en skilur ef við fræðum börn einhver svona innræting í rauninni. En ég meina, hvaðan kemur þessi pæling? Af hverju, já, í rauninni, þú veist, hvers vegna heldur þetta fólk að transfólk sé svona mikil ógn við börn og hvaðan kemur þessi hugmyndum að það sé einhvern veginn í hag transfólks að lyfja börn? Já, þetta náttúrulega áræti sem reyka bara til, þú veist, hinsegin orðræði, þú veist, þetta var sagt homo og lesbíur þegar þau byrja að koma fram á opinberum vettvangi og segja, þú veist, hver þau væru ef þau voru kennarar eða í einhverjum svona ábyrgðastöðu þá voru þau bara innræta börn, þú veist, þetta bara nákvæmlega sama pælingin, bara, þú veist, þetta einhvern veginn að hinseginleiki sé smitandi en þú getur látið einhvern vera, þú veist, ég vildi nú óska þess að ég hefði það mikinn samfæringarkraft að ég geti bara samfært fólk að vera eitthvað sem það ekki, skilurðu, en ég á litla frændur, það er alveg nú erfitt að fá til að bara gremmiti sitt, skilurðu, hvað þá til að þú veist, samfæra einhvern að sé eitthvað annað kyn, þú veist, ég skil ekki alveg hvaðan þessi pæling kemur, en þetta er einhvern veginn svona, þú veist, það er svo auðvelt að vekja til ótta, sérstaklega þegar við erum að tala um börn og ungmenni vegna þess að við viljum öll vernda börn og ungmenni og við viljum öll með þeim lífi vel og þegar þetta er einhvern veginn sko pakkað inn í þann pakka þetta sé einhver ógn, þá auðvitað er fólk bara, já býtu, hvað er í gangi? Eða sérstaklega veit ekki neitt eða kann ekki inn á orðræðina eða þekkir ekki til. Já, þetta er svo áhugavert líka því að mögulega helst þetta líka í hendur við bara svona ákveðna þróun á það hvernig við lítum á barnæskuna, bara svona út frá svona uppeldis- og menntunarfræðilegum, þú veist, rannsóknum að þá núna þá lítum við á börn sem mikið viðkvæmari heldur en við gerðum fyrir 20, 30, 40, 50 árum. Þú veist, fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru börn bara eitthvað að vinna og þú veist, voru bara einn heima og bara pínlítið börn voru að passa ennþá minni börn og þú veist, alls konar og ég get að segja að það hafi verið eitthvað frábært, þú veist, en það sýnir samt ákveðna sýn á börn sem, þú veist, með atbeina og sem gerendur í sínu lífi, sem sjálfstáð og duglega einstaklinga, þú veist, það er kannski bara gott fyrir þau að læra að bjarga sér og vera einn heima, lítil og eitthvað svona, sko, og þetta var orðræðan sem var í gangi, þú veist, 60, 70, 80, en svo núna erum við búin að færast rosalega mikið yfir í bara börn eru mjög viðkvæm, bara ef þú horfir ekki stöðugt í augun á þeim fyrsta árið þá ertu bara búin að klúðra tengslamynduna sem eftir er lífsins og einhvern veginn já þú veist, þannig ég held að þetta sé líka að spila inn í, þú veist, bara svona ákveðna stemningu gagvart börnum almennt, sko, að og þá kannski fylgir það líka, þú veist, börn með ekki vita neitt sem að tengist kyni eða kynlífi eða, þú veist, einhverju svona af því að þau eru bara einhverju svona litlir englar sem að þurfa að vera bara í svona hjúp einhverjum, sko. Svo held ég líka að það séu viðbröð við ákveðinu svona krísu ástandi, skilur við lifum á svona, uppnámstímum á mörgu leyti, þannig að skilur við loftslagskrísan og allt þetta, en svo líka það er náttúrulega bara síðustu árum að þá er búið að vera svolítið að hrista svolítið vel upp í svona viðteknum sannindum kyn, sem að sumir líta þess að vera svona svolítið hrist upp í heimsmynd fólks og fólk tekur því kannski svona misvel, en það er náttúrulega bara einmitt þekkt á þannig tímum að þá er farið að einhvern veginn svona nota konur og börn sem einhvers konar tæki til þess að spyrnumóti að fara aftur í gamla farið að svona venda þessi svona hefðbundnu gildi í haldsömu gildi. Þannig að ég held að það sé rosalega margt sem að haldist í hendur að einhvern veginn þetta verður ríkjandi orðræða og það sé fólk út í bæ farið að skrifa greinar til svona, til að styðja við sko Trump og það sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum sem er náttúrulega bara mjög mikið áhugjefni. Já. Af hverju er það áhugjefni? Í rauninni náttúrulega, þú veist, það sem er að gera svona í Bandaríkjunum er í rauninni að það er bara verið að skrifa transfólk út úr lögum, bara þau hafa ekki lengur neina lagalega viðurkenningu eða neina lagalega réttindi. Þú veist, þú getur bara ekki verið trans samkvæmt þessum tilskipunum sem að Trump er að segja, bara, það er reyndur ókslega fyndi í þessari tilskipun, þá segir hann eitthvað að kyn sé metið við getnað
En fólk sem veit eitthvað í líffræði við getnað að fóstur í rauninni ekkert eitthvað ákveðið kyn við getnað, það náttúrulega eitthvað sem að þroska svolítið síðar. Tæknilega mætti segja, já, eitthvað svona, þannig að það mætti segja sko að þegar kynlitningar kikka ekkert inn fyrir ná 7. og 8. viku að rauninni öll fóstur séu kvenkyns í einhverju svona tæknilegri skilgreiningu, þannig að í rauninni skilgreindur Trump alla í Bandaríkjunum sem kvenkyns, en það er náttúrulega bara aukatrið og ekki, tilgangurinn skilur, en þetta sýnir bara sko að þeim alveg sama öll svona smádreið, þetta snýst bara það að útiloka transfólk og ef það ert ekki til í lagalegum skilningi þá þýðir það til dæmis að þú getur ekki ferðast með skilríki og það sem að gerast núna að það verið að taka vegabréf af transfólki sem kannski koma til að endurnýja eða þar nýtt vegabréf, get ekki lengur breytt því og þá bara verið að taka þig af þeim og þú veist, ímyndað verið ekki með vegabréf, þú getur ekki farin eitt og þá verið að loka fólk inni á einhverjum svona stöðum þar sem það bara ekki öruggt og þá náttúrulega bara eykst ofbeldi, mismunun, útskúfun, þú kemst eitthvað örugg svæði, við vitum alveg hvað þetta þýðir. Við höfum séð þetta áður, við höfum séð þetta í aðdraganda seinni heimsstyrjaldar. Þannig að þú veist, það bara svo ótrúlegt hvað við sjáum ekki þessa þróun þegar hún að gerast aftur, þetta bara skjálfest í söguna. Við getum bara, ég var til að bara lesa 5. október 1938, þá nákvæmlega þetta gert við gyðinga að vegabréfin voru gerð ógild. Þú veist, þetta er byrjun á einhverju, þannig að þú veist, hvers vegna erum við ekki að grípa inn í og hvað ætlum við að gera í rauninni. En þess vegna það kannski jákvætt að Íslandi hefur þetta ekki náði að miklu flugi en eftir því sem hlutunum verður verri í Bandaríkjunum þá alveg hættan á því að þetta flytjist út og annað og jafnvel þó að kannski gerist eitthvað í Íslandi þá getur hlutunum samt þróast, þú veist, seinni heimsstyrjöldin þróaðist eitthvað í Íslandi, skilur, hún gerðist samt þannig að þú veist, það getur allt gerst. Líka bara svo mikil menningaráhrif frá Bandaríkjunum hér bara í gegnum samfélagsmiðla og annað sko, hjá unga fólkinu sko, þannig að maður hefur náttúrulega líka ágjörðu því að einhver ákveðin orður að verði normalisirðið í gegnum það sko. En svo þetta náttúrulega líka bara allt þetta helst náttúrulega, þú þetta beinist núna kannski mest gegn transfólki að helst þetta bara í hendur við ekki bara hinsegin réttindi almennt heldur líka þú veist kvenréttindi og bara þú veist þessi hugmynd að líffræðin þín sé ekki endilega örlögin þín greinilega mjög hættuleg. Þú veist, fyrir feðraveldið, meina ég. Af því að, þú veist, það var náttúrulega líka alls konar líffræði sem hefur verið notuð til að halda konum niðri í gegnum aldirnar, þú veist, það var ekki aðgengi að getnaðvörnum, aðgengi að þungunarofi og svo framvegis, þannig að þessi hugmyndum að, þú veist, líffræðin eiga að vera svona einræðisherra og eiga að vera bara týrandi að þannig stjórna yfir þínu lífi augljóslega mjög skaðleg fyrir transfólk en hún líka mjög skaðleg fyrir konur. Við tölum aðeins það í þættinum með fleiri viðmælendur hér á eftir en þá eru þeir Davíð Þór og Sverrir Ragnarsson sem við vorum að tala um þetta með kirkjusókn, ungra drengja og við vorum og í gær ræddum við þetta líka við lífskoðunarfélögin og svona skoða þetta út frá einmitt þessum íhaldssömu öflum sem að virðast einhvern veginn hafa tekið svona yfir á Vesturlöndunum þú veist, kannski fyrir löngu en við erum allavega að sjá það rosalega sterkt akkurat núna sko bara svona í því samhengi að því að nú voru þessar fréttir kirkjusókn drengina. Haldið þið til dæmis að þetta sé ákveðin svona rautt flagg? Það getur verið það, vegna þess að trú hefur oft verið notuð gegn minnihlutahópum, gegn konum, gegn hinsegin fólki, gegn innflytjendum, þú veist, öllum þessum minnihlutahópum sem verið að ráðast að núna. Þannig að þú veist, þetta ekki að gerast einhverju tómarúmi. Þú veist, ég held að það sé samhengið svo mikilvægt. Þannig að auðvitað ekki þannig að allt fólk sem trúað á móti minnihlutahópum með hinsegin fólki, þú veist, alls ekki, en það getur samt og oft nota gegn þeim. Þannig að þetta áhyggjefni fyrir mikið af fólki. Það talaði oft þessa svona bænari pælingu svona sís trat wives og þetta einhvern veginn svona allavega umræðan í Evrópu hefur verið á þennan hátt og hún hafi kannski ekki alveg verið presenteruð með þessum hætti hér síðustu helgi þannig að þetta eins og ég segi þannig að þið haldið að þetta sé kannski það sé meira þá að samfélagið sé betra
í stakk búið til þess að grípa þessa krakka sem eru svona leitandi eða... Þetta fer svolítið náttúrulega eftir því sko, hvers vegna eru þeir að sækjast eftir því að fara í kirkjuna sko. Og svona miða við hversu mikið ungir drengir sækjast eftir að kjósa frekar íhaldsama flokka, að þá svona gruna mig að það sé kannski ekki einhver svona ákveðnum svona, já, það sé ekki frjálslýtis viðhorfsmenn liggi þar að baki, þannig að jú, vissulega er það ákveðin svona, það virðist haldast svolítið hendur svolítið. Það eru svona margir hlutir sem eru svona einmitt mörgröðflögg sem við erum að sjá á lofti varðandi það sko sérst, að svona okkar samfélags virðist að vera færast svolítið í íhaldssemis átt sem að er náttúrulega bæði fyrir konur og fyrir hins egin fólk er það ekki góða fréttir? Já, ég myndi segja sko ef að þetta er raunverulega raunin að ungt fólk eða ungir strákar sig að sækja meiri kirkju og í þessum fréttum sem þú vísa til það var að ræða þjóðkirkjuna að ábyrgð þjóðkirkjunar er þá gríðarlegt, þú veist hvað tekur á móti þeim, það fer náttúrulega það skiptir öllu máli í því hvort að þetta er rautt flagg eða ekki og ég þekki það bara sjálf persónulega og minni fjölskylda sem að fólk hefur byrjað í þjóðkirkjunni verið mjög kirkjuræki þar farið í messa á hverjum sunnudegi og það sem það tekur og það sem þau læra þar þetta er ekki alveg nýtt dæmi, en þú veist það sem að var þá í gangi í þjóðkirkjunni var bara algjör radio silence, bara þögn alla mannréttindi hinsegin baráttu, kvenfrelsi, bara allt. Þú veist þá bara verið að tala um eitthvað annað, þú veist, einhvern veginn. Og þessi einstaklingur fer svo og í raunverulega radikaliserast. Þú veist, gengur úr þjóðkirkjunni og fer í svona strángari sértrúarsöfni. Þannig að fyrir mér persónulega, þá er ég alltaf bara, hvað segir, ertu rosalega kirkjurækin í þjóðkirkjunni? Bara, ok, þú veist, fyrir mér er það alltaf rautt flagg af því að ég hef séð þessa sögu spilast út, þú veist, en ég vona að það sé kannski eitthvað annað sem er að taka við í þjóðkirkjunni við þessu ungu fólki heldur en var fyrir 20-30 árum. Já. Þannig að ég krossa fingum með það. Við vitum alltaf að hún er kannski aðeins svona framsæknari en margir að það eru biskupar. En það þarf þá aktíft að tala um það. Það getur ekki verið bara einhver svona þögn eða einhver undirliggjandi ályktun sem enginn segir, þú veist. Og það er líka það sem við þurfum kannski svolítið á þessum tímapunkti akkurat núna þar sem við erum að sjá það sem er að gerast í Bandaríkjunum og við sjáum bara strax 2 dögum síðar og þá er komin grein í íslensku fjölmiðlum sem að tekur undir og fagnar því sem er að gerast þar að það þarf viðspyrnu gegn þessum málflutningi og gegn þessari þróun mjög víða og fólk sem hefur ekki verið að tala eða segja neitt hingað til og stofnanir og sérstaklega fólk sem hefur völd þarf að segja eitthvað núna. Þú ert að vísa í hvað grein ertu að vísa þá sem að ég fagnaði því sem væri að gerast í... Já. Það er sagt kennari sem hefur verið mjög svona mjög vókalt sérstaklega sko transbörn í skólakerfinu og þannig að það sem er líka búið að vera að gerast núna í Bandaríkjunum að það er Trump hefur verið gefið út þessar tilskipanir sko í rauninni að það eigi að afnema fjármagn til skóla sem að vendi hinsegin nemendur eða komið fram við hinsegin nemendur á þann hátt sem að transnemendur vilja að sé komið fram við sig og líka að það megi lögsaki kennara, það sé refsivert fyrir kennara virða þau fornöfn sem nemendur vilja hafa og þau nöfn sem þau vilja láta kalla sig þannig að það sem manneskja farin að fagna því að það er mikið áhyggjuefni og einmitt mjög mikilvægt að fólk svona tala á móti því. Og bara vera að afnema sko allar jafnréttis áætlanir og rannsóknir og þú veist á vinnustöðum og alls það, þú veist, þetta er ekkert, þú veist, þetta er alltaf presentera sem eitthvað svona hinsegin en við vitum alveg að þetta á við bara jafnrétti almennt og þess vegna er þetta og bara upplýsingu fræðafólk og þess vegna er þetta svo írónískt af því að þetta fólk kynnir sig eins og bara þessi verndakonur og þetta sé nú fyrir réttindu kvenna en svo er þetta fólk bara oft fólk sem að er jafnvel á móti jafnrétti og réttindum kvenna og lætur aldrei í sér heyra þegar verið að draga úr réttindum kvenna einu skipti sem er nefna réttindi kvenna er í tengslu við transfólk og er að búa til þessi hugrenningatengslu og það sé eitthvað hann á milli en eins og
á Íslandi feministka hreyfingin bara mjög stuðningsrík hinsegin baráttuna. Það alltaf verið góð svona samgangur á milli og mikil samstaða og það skiptir svo rosalega miklu máli eins og bara þegar lögum kynrænt sjálfræði fóru í gegnum sitt feril á Alþingi, þá voru öll þessi félög, Kvenréttindafélag Íslands, Femínistafélag Íslands, allir þessir hópar voru rosa stuðningsrík og ef það voru einhver samtöl sem þurftu að eiga sér stað, þá voru þau bara tekin. Og þetta var ekkert mál í rauninni en samt alltaf reynt einhvern veginn að presentera sem þetta sé einhver ógn við réttindi kvenna en öll félög sem raunverulega berjast fyrir réttindi kvenna eru bara eitthvað hvað að tala. Það finnst ykkur einhvern veginn svona eins og þetta hatur hafi einhvern veginn meiri hljómgrunn í fjölmiðlum eða þetta hafi finnið einhvern veginn svona mörkin færast bara í svona almennri umræðu og þá ég kannski ekki að meina þessi usual suspects heldur kannski frekar að við séum einmitt bara á fjölmiðlar séu einhvern veginn farnir að gefa þessu meira vægi. Jú, ég held að þessi miklu meira milli tannan á fólki núna heldur en það kannski var, á Íslandi svona kannski, fólk bara svona, já, fólk bara vera eins og það var einhver bara svona vibe og fólk bara, já, fólk má bara vera sem og mér alveg sama, en núna allt í einu komin eitthvað svona, já, en hvað með, og þá allt í einu, ég til dæmis fyrir mikið fræðslum í alls konar fyrirtækjum og skólum og annað og allt í einu maður fyrir að heyra bara hjá ungu fólki, einhver svona antitrans hugtök eða svona spurningar eða eitthvað og maður bara þetta hvaðan þetta að koma? Þetta náttúrulega bara að koma úr fjölmiðlum þetta að koma því að þau heyra einhverja fréttir, lesa einhverja greinar, eru mikið af samfélagsmiðlum og þar verið að bókstallega bara keyra út anti-hinsegin efni gagnumgert í gegnum algoritman og ef að þú ítir óvart á eitthvað eitt anti-hinsegin myndband þá farið bara 70. Þannig að það er svo auðvelt að radikaliserast á internetinu út af einhverju svona hugmyndum og það er það sem er að gerast rosa mikið. Ég held að það sé alveg svolítið síðan þetta fór að færast til. Við erum búin að sjá þetta alveg í mann eftir Sigmundur Davíð sinni þegar hann byrjaði að tala í bara pontu á Alþingi. Tala illa transfólk að vera með svona transniðrandi orðræðu. Þannig að þetta er búið að vera í gangi í svolítið langan tíma og kannski erum við svolítið að sjá afleiðingarnar af því að þetta hefur verið að færast til núna. Og ég fjölmiðlar náttúrulega það virðist vera eins og það sé einhvers konar bara opin lína frá þessum transfóbum og yfir í fjölmiðla þau er mjög auðvelt með að láta sína raddir heyrast jafnvel á þessum svona stóru viðurkenndu fjölmiðlum þetta var náttúrulega skoðanagrein á vísi.is þar sem var þarna viðhöfð orðræða sem að mætti mögulega flokka sem hatursorðræði og fyrir þessu svo ábyrgð með að segja þetta er bara skoðanagrein, þetta er ekki okkar skoðan þetta bera fjölmiðlar ábyrgð á efni sem er birta á sínum síðum og mikið af þessu er bara bókstallega á skjön við vísindalega þekkingu rannsóknir, bara allt sem við vitum sem nútíma samfélag en þetta fær einhvern veginn að bara byrt bara gagnrýnislaust oft. Þú minnist á hatursorðræðina, þá er það einmitt svolítið svona eitthvað sem að fólk vil meina að sé í rauninni bara mannréttindabrot hreinlega, að það megi ekki bara segja hvað sem því dettur í hugum hvað sem er, og þetta sé aðförum málfrelsinu og fyrir þessu standi þá ákveðnir minniluta hópar hvort sem það eru innflytjendur, brúnt fólk, transfólk, hinsvegin fólk það sé verið að kúa íslenskan almenning er þetta kúunutæki? Ef þú væri með bara fullkomið málfrelsi og hver sem einn mætti bara segja hvað sem er og ég mætti bara safna liði sem myndi allt vera bara að hóta einhverjum þjóðfélagshópi lífláti ef að sá þjóðfélagshópi myndi segja eitthvað þetta væri bara löglegt þá væri það augljóslega ekki málfrelsi af því að þá eru þeir sem að eru tilbúnir til að öskra mestan viðbjóðinn og vera með ógeðslegustu hótanirnar það sá hópur sem væri þá með raunverulegt málfrelsi og allir hinir sem að verða fyrir hótununum og viðbjónum og ærumeiðingunum þá ekki með raunverulegt málfrelsi af því að þau óttast öryggi sitt ef þau tala. Þetta það er ekki málfrelsi þó að fólk sé einhvern veginn alltaf að reyna að segja það sé, en þeir sem eru að reyna að segja það sé málfrelsi það þá væntanlega hópurinn sem er tilbúnastur til að beita hvað mestum
kúunar tilburðum í sínum orðum, þú veist, og sér ekkert að því, einhvern veginn. Ekki tilbúnir alveg til þess að verja málfrelsi jaðarhópa í samfélaginu þá. Nei, eða sjá ekki að, þú veist, hótanir líflát eða eitthvað, þú veist, einhvers konar ofbeldi, sjá ekki að það sé brot á málfrelsi annara, bara eins og við vitum að þú veist, konur veigra sér frekar við að, þú veist, taka alls konar slægi á internetinu og tala ofnbörlega bara því þær verða fyrir svo miklu meiri skít heldur en kallar. Þú veist, og þetta bara staðreyndir núna og samt erum við með alls konar lög, þú veist, sem að takmarka hvað fólk getur sagt. Þannig að ef þau væru ekki þarna, þú veist, þá væri þessi dýnamík bara ennþá meiri og þú veist, þá væri konur ennþá meira þaggaðar, þú veist, af því að það væri verið að hóta þeim alls konar. Þannig að, já. Þú veist, tjáningafrelsi gefur nefnilega ekki leyfi til að níðast á öðru fólki og ég held að það sé eitthvað sem að mér er svo óþolandi að fólk láti sem að bara tjáningafrelsi stýði að þú megi bara segja nákvæmlega það sem þú sýnist. Þannig hefur tjáningafrelsi aldrei virkað og gerir ekki nútíma samfélagi og samkvæmt lögum og eitthvað, þannig að þetta er eins og mikið firring að láta sem að þetta sé einhver raunveruleika, það hefur í rauninni ekki verið. Það var einmitt dómur þarna gagnvart einhverju konu sem að var að hóta einhver lesbísku pari lífláti og var bara eitthvað algjör viðbjöður við einhverjar við lesbíska nágrannakonu sínar og hún virtist samkvæmt dómnum bara kom algjörlega á fjöllum og þetta var eitthvað ólöglegt. Hún bara, hvað meinar? Ég má alveg segja bara, ég vil að það degi. Bara ekki málfrelsi í þessu landi og dómurinn var bara eitthvað, nei, það það ekki. Bara ekki á þennan hátt. Og þetta hefur líka eitthvað áhrif, þú veist, þetta er ekki bara þú að segja eitthvað. Þú veist, þetta hefur bara áhrif út af því og það er næst sem að fólk einhvern veginn gerir sér ekki grein fyrir, þetta er ekki einhverju tómarúmi. Þú veist, þegar þú segir ítrekka gagnugert að einhver hópur sé bara ógeða barnanegra hvað það sem fólk er að segja, þú ert að búa til ákveðna orðræði og þú ert að leyfa ákveðna orðræði að halda áfram og það hefur náttúrulega bara víðtæk áhrif eins og við vitum, þú veist, fólk sem tilheyrir minnihlutahópum upplifir meira áreiti, það veldur vanlíðan, geðheilbrigði, þú veist, þetta er hluti af einhverju samhengi og þú veist að það er einhvern veginn láta bara eins og þetta sé einhverju tómarum og þú getur bara sagt hvað sem er og þú þurfir bara að harka að þér og þú þurfir bara að taka rökræðan og það er málefnalegar umræður þegar umræðan er ekkert málefnaleg bara á lægsta plani sem mögulegt er þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að En það gengur svona illa einmitt að ná fram raunverulega málefnalegu samtali þú veist, þetta er ákveðin polarisering þó að annar pólinn sé sem betur fer kannski töluvert minni akkurat núna hvernig sjáu þið fyrir ykkur, bara svo ég spyr ykkur hérna að lokum, hvernig getum við upprætt þetta? Hvaða tæki höfum við til þess að bara hérna einhvern veginn svona, kveða niður þessa fordóma fullur raddir sem að virðast vera svona að rísa og hérna, þú veist, er eitthvað sem að við sem til dæmis tilhærum ekki hinsegin samfélaginu getum gert eða hvað getum við gert? Já, náttúrulega grípa boltan alltaf, aldrei leyfa neinu að slæta. Ég held ég hefði sagt kannski fyrir nokkrum árum síðan að menntun og fræðsla væri leiðin áfram en svo sjáum við samt að svona unga kynslóðun okkar er að verða íhaldsamri og ég held að engin kynslóð hafi fengið meiri fræðslu sérstaklega hinsegin málefni heldur en hún þannig ég held að enn og aftur sé þetta náttúrulega kannski svona okkur sem erum eldri og þroskaðari að það sé okkar að taka þessa slagi, alltaf grípa boltan, aldrei leyfa neinu hatursfullu að bara vera ég held að, og spyrna fast á móti, ég held að það sé eitthvað sem skiptir mjög miklu máli. Já, bara segja eitthvað. Jafnvel þá að sé ekki nema okkur mér finnst þetta mjög óviðandi eða getur við plís breytt með umræðefni eða þú segja bara eitthvað til að breyta aðstæðum að segja bara, nei þetta var nú ljótt eða þetta er bara ekki rétt þú veist, bara þú veist, jafnvel bara ein setning sem við getum bara tamið okkur að segja í svona aðstæðum breytir dýnamikinu svo rosalega mikið og líka bara rosalega mikilvægt að einmitt fólk sem bara er ekki trans og jafnvel kannski bara þekkir engan sem er trans að þú bara samt segir eitthvað þó þú sést því þannig aðstöðu í lífinu að þú bara látir þig, þú veist, þessi málefni varða þó þau snerti þig ekki hvorki þig persónulega nýja nokkurni þinni fjölskyldu eða þínum nánastu vinhópi eða eitthvað. Mér finnst svolítið svona mikið það, ég sé, þú veist, ég get svona næstu því sagt bara eitthvað svona, ég get næstu því bara hort yfir svona allan minn stóra kunningjahóp og sagt svona hverjir eru bara ekkert pæli í þessu. Þú veist, og það er einhvern veginn bara fólki sem að, þú veist,
er ekki hinsegin og engin hinsegin þeirra fjölskyldu. Og það eiginlega gengur ekki lengur, þú veist. Fólk þarf að taka afstöðu, að taka ekki afstöðu er að leyfa hlutunum að vera óáreittir. Þannig að við þurfum að taka einhver afstöðu og því fleiri sem að tala okkar máli og vekja athygli á þessu, því betra. Þannig upprættum við þessa fordóma. Já, og til 1000 leiðir til að gera það, sko. Það er bara enginn að fara fram og allir sé að fara að skrifa á vísi eða vera í einhverjum brjálaði, sko, en bara finna sína leið, sko, hver sem hún er, þú veist. Akkurat. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og já, bara svona fræða mig og hlustendur og svona aðeins að snerta á þessari mikilvægu baráttu. Ég held að við séum öll mjög sammála það að hinsegin baráttan sé svolítið svona samofin okkar, já, bara svona okkar þjóðarsál. Ég myndi allavega að segja það, við allavega mín kynslóð og það sem á eftir mér eru og þetta er svona partur af okkur að vera frjálst og fallegt og opið samfélag. Þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og já, og bara gangi ykkur vel. Og tók ég við, það er meira hér handa við auglýsingar. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.